og sæl og velkomin í Pírapan. Þetta sérstök aðalfundar útgáfa. Við verðum sem sagt með nokkra þætti í aðdraganda aðalfundar pírataleg málefni. Ég heiti Eva Pandora Baldursdóttir og fyrrum þingmaður Pírata fyrir Norðvesturkjördæmi og nú búsett á Norðurlandi vestra, nánar tiltekið Skagafirði. Einstaklega góður vettvangur fyrir Pírata. Já, og ég heiti Álfheiður Einarsdóttir og ég varaþingmaður Pírata fyrir Suðurkjördæmi og eins ég varabæjarfulltrúi í Árborg fyrir Pírata og búsett á Selfossi. Já, ég heiti Viktor Orri Valgarðsson. Ég fyrrverandi varaþingmaður Pírata í Reykjavík og bý í Reykjavík en núna í doktorsnámi í stjórnmálafræði og já. Það verður líflegt og skemmtilegt spjall hjá okkur í dag. En við erum sem sagt hér samankomin til þess að ræða skipulagsbreytingar í innra starfi Pírata og það búin að vera nefnd í gangi og fleiri hópar að ræða skipulagsbreytingar. Við höfum held ég mörg innan hreyfingarinnar verið sammála að einhvers konar skipulagsbreytingar eða struktúrering eða formering þurfa að eiga sér stað og við erum hér komin til að ræða það og það kannski fyrsta sem mig langar til þess að ræða og fá ykkar skoðanir á og bara við myndum hvernig sjáu þetta fyrir ykkur? Hver ykkar skoðun á þeim skipulagsbreytingum sem mögulega í farvatninu? Vilt þú byrja? Ég ætlaði að leyfa þér að byrja þannig að ég búin að vera svo á hliðarlínu í þessum efnum hingað til, það að segja ég hef ekki verið hluti af þessum hópum þannig séð og ég hef svona heyrt af pælingum hinnum og þessum á þess að vera mjög aktífur í umræðinu. Ég hef svo sem alveg einhverjar hugmyndur hvernig maður vildi sjá þetta en hingað til hef ég verið svona áhugasamur að heyra hugmyndinar betur og ræðar og þess vegna ég veit að þú hefur verið aðeins virkari í því þannig að ég vildi kannski leyfa þér að byrja og svo sjá hvað manni finnst. Já, þakka þér fyrir það. Sko, þetta hefur verið í umræðinu lengi, það alveg rétt hjá þér og það einhvern veginn eins og að skipulagi sem við lögðum upp með hafi fungerað fyrir svona mjög litla hreyfingu og svo eftir því sem við stækkuðum þá hafa bara gallar skipulagsins komið betur og betur í ljós þannig að allir einhvern veginn sammála að við þurfum að breyta en við erum kannski ekki alveg á sömu blaðsíðu með hvernig og ég hef verið ég kann nú Snæbirni miklar þakkir fyrir það að koma að þessu formlega á dagskrá en þess að það búið að vera að ræða þetta óformlega hingað og þangað en ég sem sagt var í þessum skipulagshópi sem var formaður í vor og átti sem sagt að starfa og að starfa fram að aðalfundinum og en ég líka í öðrum svona óformlegum hópi sem hefur kannski fókusera mest á grasrótina og hvernig hreyfingin getur fungerað best með grasrótina alltaf númer 1 og þá aðildafélög og að efla landsbyggðina í starfi hreyfingarinnar eða félagsins og sumir tala oft þennan flatastruktúr eða píramídastruktúr en mér var bent á daginn af góðri konu og hef verið að svona máta þá hugmynd með mér að hugsa þetta bara dálítið eins og sólkerfi þannig að þetta svona hringhugsun og alltaf á hreyfingu og ég sé þá sólina sem grasrót og að allar hinar reikistjörnurnar eða batteríin snúist þá í kringum grasrótina og einhvern veginn séu svolítið til fyrir hana þannig að við séum alltaf einhvern veginn grasrótin sé alltaf í fyrsta sæti hjá okkur og meðal annars hefur þá beinað að koma að kosningakerfinu eins og núna kýs beint í framkvæmdaráð, gæti kosið beint í fjármálaráð, kýs beint í aðildafélögin sín og þannig getur við svona floti hvert í kringum annað allir með sitt svona skýra hlutverk og ég hef til dæmis verið með áhyggjur af fjármálum hreyfingarinnar og að því að framkvæmdaráðið bara yfir hlaðið eins og og þess að talsmaður þess að við kjósum í fjármálaráð sem verður bara ábyrgt fyrir fjármálum
og framkvæmdaráð eða rekstrarráð geti þá að einbytta sér að öðrum. En þetta allt svona fljótandi. Mér varst þessi sólkerfa hugsun svolítið skemmtileg, sko, í staðinn fyrir alltaf að vera að deila flatan strúktúr eða ekki flatan strúktúr, sko. Sólkerfa hugsunin virkilega áhugaverð. Ég að heyra þetta í fyrsta sinn, en grasrótin alltaf í öllum stjórnmálahreyfingum og hvað þá einu sérstaklega Pírötum hjartað á að slá í grasrótinni, og ég bara ber mikla vonir að þessar skipulagsbreytingar sem munu verða munu kannski auka þetta samstarf innan grasrótin við kjörna fulltrúa, grasrótin við aðildafélagin, og þetta verði svona, bara svona ákveðið lífhagkerfi einhvern veginn. Það reyndar einmitt áhugavert sem þú segir, út að Halldór Auðar Svansson fyrir borgarfulltrúi okkar sagði í viðtali held ég daginn á Facebook eitthvað að það þyrfti að vera flati strúktúrin þyrfti að vera mjög skýr strúktúr, og það var einhver sem gerði grín á honum fyrir þetta, ég held Stefán Pálsson eða einhver á Facebook, þetta var bara svona oxymoron, svona einhvers konar mótsögn að flatur strúktúr geti verið skýr því að flatur strúktúr væri engin strúktúr, og ég var svona nei, ég er að vera að hugsa þetta. Ég var reyndar aldrei einhver sérstakur talsmaður endilega flata strúktúrs út af fyrir sig, svona eitthvað algjörlega flatan strúktúr, en fólk kannski leggur mismunandi skilningi í það orð. Ég sé það fyrir mér sem svona valddreifingu þar sem allir eru þar sem er svona jafningjaræði og verkaskiptingu, verkum og völdum og ábyrgðum skipt frekar jafnt, en ekki þannig að það sé engin verkaskipting og engin hlutverkaskipun og engin ábyrgð. Og ég held að við getum alveg sem flokkur skipt hlutverkum, völdum og ábyrgð betur heldur en við gerum, kannski, en samt verið með mun meiri valddreifingu heldur en aðri flokkar og hefðbundnir stjórnmálaflokkar, en nákvæmlega hvernig það verið gert náttúrulega áhugavert. Og ég var aðeins það sem að Alfa var að segja þann, það held ég að sé alveg rétt, sko. Ég sé þetta sem það sem ég fylgst með umræðinu og hugsa þetta svona allavega 3 tegundir af stórum mikilvægum álitamálum, og það annars vegar svona strúktúrin í efsta lagi flokksins, svona þingflokk og hvort það vera formaður og framkvæmdaráð og þess aftar og hversu flatt það svo það í fyrsta lagi, og öðru lagi svona svæðis skipulag flokksins, það að segja landsbyggðin og höfuðborgin og kjördæmafélög og svæðafélög og hvernig það strukturerað. Og svo í þriðja lagi sambandin á milli sólarinnar og fylginhattana eða hnattana, sem það að segja hvernig á samband grasrótar og kjörinna fulltrúa til dæmis að vera kerfsbundið, og þá erum við að tala málefnastarf og kosningakerfið og hvernig grasrótin getur haft áhrif á kjörinna fulltrúa og öfugt, og hvernig sambandið þannig á milli. Og mér hefur sýnst allt þetta þrennt í raun og veru vera svolítið að bresta undanfarið, þannig að það spurning hvort að sjáu þið þetta kannski svolítið þannig, meikar það sens svo í sletti að sjá þetta sem svona þessi 3 helstu flokka sem við erum að fara að díla við. Já, ég er bara alveg sammálaður, og ég veit að aðildafélögin út á landsbyggðinni að þau einmitt heimta meiri valddreifingu, þau sjá núna skipulagið eða skipulagsleysið eins og það í dag sem bara mikla miðstýringu frá framkvæmdaráði, og það vegna þess að einmitt, sko, ég tek alveg undir þetta, flati strúktúr strúktúr, en það eins og við lögðum að stað með þetta en við kláruðum það aldrei. Þannig að núna þetta einhvern veginn, við erum að setja allt of mikið álag og allt of mikið af hlutverkum og ábyrgð á 10 manna ráð sjálfboðaliða, og það sjá það allir að það einhvern veginn gengur ekki. En aðildafélögin vilja meira sjálfstæði til sín, og það held ég að sé bara stórt tækifæri til valddreifingar og að vekja einhvern veginn fólk út á landi, grasrótina, til lífs á ný með því að gefa þeim vald, gefa þeim málefnilegt og fjárhagslegt sjálfstæði til þess að í raun og vera bara tækifæri til þess að starfa. Ég alveg hjartanlega sammála, og það er auðvitað engin betur til þess fallin að hafa skoðun á að taka ákvarðanir ein málefni heldur en fólkið sem þarna, og ég er mjög sammála þessu, og ástæðan af hverju við erum, held ég eina af þeim ástæðan af hverju við erum að eiga við þetta svo kallaða vandamál núna að við höfum kannski ekki þurft að synga til. Þegar við byrjuðum sem flokkur þá voru þetta aðalega fólk á höfuðborgarsvæðinu, kannski í kring, svo það bara senastu árið sem við höfum verið að dreifa betur út úr landi, og fólk fara að sjá að Píratar
og það sem sko þetta hefur alltaf mikið talað til mín og sérstaklega með þessi valddreifing og sko valdefling borgarana þetta tengi ég mjög vikið við til þess að bara valdeflingu einstaklega byggðarlaga að byggðarlögin fái meira valdi sín og fá að taka ákvarðanir en að miðstjórnin og stjórnin sé ekki alltaf frá Reykjavík og ég held að við sem flokkur ættum einmitt að taka á þessu líka og sína það bara í okkar flokksstarfi að við treystum bara fólki til að taka ákvarðanir sín ein málefni. Það þarf ekki að vera einhver stóri bróðir í Reykjavík sem sér allt, alltaf. En samt sem áður þurfum við líka samt að passa að við séum í góðum samskiptum og það sé sko upplýsingaflæðið og ég held að þessi upplýsingaflæðið sé lykilþátturinn að það sé gott strúktúrerað formað upplýsingaflæðið á milli og það sé skýrt hvað er ætlast til aðildafélagunum og að það sé stuðningur líka frá sko hvað maður að segja stæðsta batterínu frá miðstjórninni en svo er það líka hvernig eiga grasróta meðlimirnir út á landi og bara annar staðar að taka þátt, erum við að fara að horfa á sko aðildafélög og svo kjördæmafélög, erum við að fara að horfa á aðildafélög, kjördæmafélög og svo einhverja miðstjórn eða hvernig Ég var í spjallum daginn og það kom upp tillaga sem ég fannst áhugaverð að ég hef áður heyrt tillögun það að það verði skipað kjördæmisráð Pírata, þar sem að væri kannski 2 fulltrúar frá hverju kjördæmi og aðildarfélögum í því kjördæmi sem að væri á landsvísu svona samráðsvettvangur þeirra og væri hugsað svona til að vera sérstakur fulltrúi kjördæmana og þá sérstaklega náttúrulega landsbyggðar kjördæmana og hugsunum var jafnvel að það yrði einhvers konar bara svona til hliðar við eða svona jafnvíkt framkvæmdaráði það væri svona þessi 2 batteri sem hefðu skiptum með sér verkum og væri í einhverju samstarfi og svona og mér finnst það alveg áhugaverð pæling og alveg svona gæti virkað ég veit ekki nákvæmlega hvernig hugsunin væri að útfæra það en það væri, mér þætti ekkert vitlaust yfir höfuð að hafa svona batteri og svo kom meiri sér upp svo hugmynd sko og það er fólk náttúrulega líka að tala hvort að við erum að vera með formann og það frá mínum bæriðinu séð þá verið svo krafa aðalega að koma frá sko, þingmönnum og þá varðandi það að það er vandasamt í starfi þingflokksins að vera ekki með formann sem að ég sé alveg að getur verið sko. og þá væri kannski hægt að hafa afmarkaðari hlutverk svo ég fari nú aðeins og einu annað formann ef að ég myndi svona fallast að það hafa formann þá væri hægt að hafa afmarkaðari hlutverk þess formann sem væri til dæmis að vera á þinginu sjá hlutverk formanns þar og vera ákveðin tengilegur milli þingflokks og grasrótar án þess að hafa vegna þess að í öðrum flokkum þá hefur formaður líka mjög mikil völd inn á við yfirleitt og þá geti kannski hægt að skipta í þannig einhvern veginn að formaður framkvæmdaráðs og formaður kjördæmisráðs færi saman með þau hlutverk sem einn einstaklingur fer yfirleitt með í öðrum flokkum og það væri svona einhvers konar tríó eins og við höfum stundum verið með eins og þrjú í samninganemnd og eitthvað svoleiðis þannig að þetta voru einhverjum svona pælingar sem kom upp Já, mér finnst þetta allt athyglisvert sko og varðandi þessi samskipti sko grasrótar einmitt við kjörna fulltrúa og af því að þar vantar eitthvað apparat á milli, það er einhvern veginn ekki funkar, ég held að þau í þingflokknum sem að kalla hvað mesta formann sko séu að taka að sér einhverja pólitíska forystu sem að þau bara telja sig ekki hafa umboð til og hafa í raun og veru ekki umboð til og það vantar eitthvað apparat eins og framkvæmdaráðið í dag, það á að sjá bara daglegan rekstur, það vantar apparat sem getur sinnt og hefur í raun og veru þá ákveðið umboð til þess að sinna pólitískri forystu þegar eitthvað kemur upp í pólitíkinni og við erum ekki með stefnu þar þá verðum við að hafa eitthvað apparat sem að grasrótin er búin að ákveða að hafa eitthvað umboð til þess að ákveða einhverja þá tímabundna stefnu í staðin fyrir að þingflokknum sé alltaf gert að einhvern veginn að koma sér upp afstöðu og svo æpir kannski grasrótin hvaða afstaða er þetta? Ég er ósammála þessu og svo fara allir í einhverja öskurkeppni sko. Já, því að þeir hafa ekki formlegt umboð til þess. Þannig að ég sé fyrir mér einhvers konar forsætisráð sem ég veit að tékknesku píratarnir eru með í sínu skipulagi sem að grasrótin einmitt kýs beint og þar gætum við haft líka fulltrúa þingflokksins eða kjörina fulltrúa sem eru í fullri vinnu sem píratar, til dæmis borgarfulltrúarnir okkar
og þeir gætu þó klambrað saman einhverju tímabundinni afstöðu sem svo sett í kosningakerfið og samþykkt eða hafnað á einhverjum x tíma, en við þurfum allavega að hafa einhverja, hvort sem það formaður, forsætisráðherra eða hvað það sem hefur þetta óskoraða umboð til þess að taka þessa pólitísku forystu þegar þarf. En svo langar maður að tala þessa miðstjórnar hugmynd í sambandi við kjördæmafélögin og reyna að tryggja aðkomu landsbyggðarinnar. Þá held ég að við eigum heldur ekki að gleyma hinum aðildafélögunum sem funkar í raun og veru eins og landssambönd, og það þarf að tryggja aðkomu þeirra líka, þannig að við eigum svo flott þannig aðildafélög. Við erum með unga Pírata, við erum með feministafélagið og við erum með 60+, og mér finnst að þessi rödd verði líka að heyrast og tryggja, ekki bara landsbyggðin, heldur líka þessar raddir. Já, ok, það áhugavert. Já, þessir hugmyndir forsætisráð eða formannaráð eða hvað það myndi kallast eru áhugaverðar og kannski svipaðar því sem að ég var að pæla í svona og þá einmitt það sem ég hefði hugsað var að geta verið einn úr miðstjórn og einn úr framkvæmdaráði og einn kannski frá þingflokknum eða kjörin sérstaklega sem formaður. Það var jafnvel hægt að ímynda sér svo ég hugsi upphátt að eftir þingkosningar væri kosin formaður úr röðum þingmanna sem væri þá formaður þessar forsætisráði eða eitthvað. Já, því það eru þetta náttúrulega nauðsynlegt upp á starfi á þingi sem við þekkjum náttúrulega að formaðurinn sé setjandi þingmaður til að geta tekið þátt í starfi þar. Já, það kannski ekki, það hafa verið undantekningar á því, það er alveg hægt að gera það ekki, en það er mikilvægt, svona, ef við ætlum að búa til svona varanlegt eða svo skipulag flokksins, það er náttúrulega, já, það skiptir rosalega miklu máli að það sé mikil tengsl á milli formanns og þingflokks, en það er svo mikið af daglegri stefnumótun og pólitískum aðgerðum flokksins fara fram í þingflokknum, þannig að það þyrfti að vera held ég einhver formuleg tengsl þar á milli, sko. Þannig að það er erfitt að hafa formann utan þings náttúrulega og já, það sko ég get alveg séð fyrir mér einhverja þannig lendingu, þá væri þetta bæði hugsað til að takast einhver leyti á við landsbyggðarhallann, ef maður getur kallað það hallan gagnvart landsbyggðinni, og einhvers konar lendingu varðandi formennsku eða pólitíska forystu. Ég reyndar hikandi þegar maður talar óskorað pólitískt umboð, þá fer ég að fá smá svona varan á, sko, en já, að það væri samt eitthvað 1, 3 eða 5 aðilar sem að hefðu þetta umboð, svona þetta skýrara pólitíska umboð sem að þá væri með umboð líka frá bæði landsbyggð og grassrót og svo þingflokknum til að taka svona ákvarðanir. Auðvitað þarf þingflokkurinn að geta tekið ákvarðanir þingstörfin hér og þar, sko, og það er ekki hægt að halda kosningar, það er alveg mjög erfitt að halda kosningar öll mál sem koma upp í þinginu. Og ég hætti að alls ekki að reyna það. Nei, einmitt. Þannig að það væri kannski frekar einmitt varandi svona stór deilumál og þess að það. Já, ég held einmitt, sko, við þurfum einhvern veginn sem hreyfing að fá að vera svolítið fljótandi, þannig að við megum ekki, þú veist, við þurfum einhvern veginn að kunna okkur svolítið hóf, sko, einmitt þetta, það verður ekki að kjósa allt. Nei, þetta verður hvert batteri einhvern veginn að hafa svolítið sjálfstæði í sínum störfum og við þurfum líka að passa okkur svolítið að því að ætla ekki að, og þú talaðir upp að þáttarins menninguna, af því mikið af þessu líka bara menning, við getum ekki formgert allt í strúktúr og við verðum að passa það að þetta verði ekki svo þunglamalegu strúktúr hjá okkur, sko, að við festumst bara í honum. Þannig að menningin sjálf skiptir líka svolítið máli, að við einhvern veginn finnum eðlilegt svona verkflæði og samskiptaflæði í þessum nýja strúktúr. Ég mjög sammála því, og einmitt að þú talar að festast í einhverjum svona þungum strúktúr. Mér finnst við hafa fests í sko mjög óskilgreindum og svona tvístruðum strúktúr. Og ég upplifði það við séum dálítið föst þar. Og núna séum við rauninni að bara slíta á okkur þeim barnskóm og setja okkur einhver strúktúr inn í framtíðina. Hvernig ætlum við að hafa framtíðina og bara í þessu, í málefnastarfinu okkar. Og ég er með eitt alveg draum sem ég langar rosalega mikið að gera með Pírötum, eða Píröt, að við gerum öll saman, sko. Að ég sem sagt, í minni vinnu þá er ég að vinna mjög mikið með bara litlum byggðarlögum í eins konar íbúalýðræðisverkefni.
og svona, ég myndi að segja grasrótarverkefni, þetta er algjört grasrótarverkefni og það sem við erum að fara inn í byggðarlög og erum að reyna að sko, komið með tækjatól til þess að aðstöða þau til þess að byggja upp sín byggðarlög og í byrjun hvers verkefnis þá haldið það sem er svo kallað íbúaþing sem er heil helgi þar sem allir íbúarnir koma saman og það notuð aðferð sem heitir Open Space það þið kannski kannist við og þetta mjög svona einmitt kvikt, lifandi, frjálst samt inn í ákveðnu formi og þessu stýrt að fagaðila í íbúðalýðræðið mitt og þar sko spretta fram hugmyndir umræðefni hvað fólkið vill sjá, hvað þetta var hægt að nota í stefnumótun, í struktúrsmótun, í svo mörgu að fá þessar hugmyndir fram og svo það sem er ekki síður mikilvægt að svo hvað er gert við þessar hugmyndir eftir á. Það er bara unnið faglega úr þeim, gerð skýrsla og svo er hópur formör hópur eða einhvers konar verkefnisstjórn sem tekur við þessu og vinnur gaggjart úr þessu sem ég held að sé dálítið það sem við erum búin að reyna að gera með þessum skipulagshóp sem Snæbjörn kallaði eftir þeirri settur á laggirnar en ég held að vera frábært að halda einhvers konar svona pírataþing sem er kannski eins og anda framtíðarsmiðuna sem við vorum með en þetta og allir efniviðurinn sem við fengum úr þessum 2 framtíðarsmiðum sem við höfum verið með það var mjög góður efniviður en svo held ég að það hafi eitthvað svona klikkað í sko að vinna úr því. Það er einmitt það sem ég hef áhyggjur af sko, að mér finnst við hafa núna haft nokkrar svona fallega fundi þar sem er svona mikið svona teymisvinnu og svona móralskri uppbyggingu og alls konar hugmyndavinna og svo hefur maður voða lítið séð koma kannski konkrétt út úr því og maður hefur svona mestar áhyggjur af því, sko, hvað er þið úr því þetta er alltaf sett á framkvæmdaráð og framkvæmdaráð eru með 10 manns í sjálfboðaliðastarfi þau sem eru drekklaðin verkefnum og það, af því að það er ekkert búið að skilgreina við erum í rauninni ekkert sérstaklega valdreifð eins og hvernig við vinnum núna. Ég er einmitt sammála þessu, ég held að afrakstur þessar flottu vinnu allrar sé einmitt einhverstað bara týnd í framkvæmdaráði og það er enginn sem er með það hlutverk að koma afrakstrinum einhvern veginn á framfæri eða skipuleggjan og tryggja frekari úrvinnslu. Þannig að við kannski getum lagað það með betra skipulagi að svona hlutverk sé bara einhvern veginn sé skilgreint. En það var ein hugmynd sem að ég vildi nú kannski bara fá álit ykkar á í þættinum og það var það að af því þetta er sjálfboðavinna og ef við myndum taka upp fjármálaráð og framkvæmdaráð yrði með eitthvað aðeins breyttum hætti þá í framtíðinni og við myndum fá forsætisráð sem væri þá synti pólitískri forystu ekki algjörlega sóló sko, við erum nefnilega svolítið og mér alltaf finnst það mjög smart hjá Pírötum að vera með öryggisventilinn staðfestingakostningar á mjög mörgu í kostningakerfinu okkar en að ein hugmyndin sem kom fram var svo að við myndum hægt að gera þetta að 100% sjálfboðaliða störfum heldur að þessi svona valdamestu apparöð okkar sem að myndu þá bera mesta ábyrgð að það við myndum taka okkur svona sveitastjórnar módelið til fyrirmyndar þannig að það yrði greitt einhver málamynda upphæð fyrir hvert fund sem að kjörnir fulltrúar og þetta myndi ýta undir fagmennsku og svona ábyrgð og skyldur og þetta yrði þá ekki ætlast til þess að fólk gerir þetta í 100% sjálfboðalega starfi. Nei. Hvernig líst ykkur á þetta? Það hljómar ágætlega sko. Mér finnst allavega alveg eðlilegt að eitthvað sé greitt fyrir eitthvað þessari vinnu. Það náttúrulega fer svo að snúast skilur hversu margir aðilar eru í framkvæmdaráði og svo kannski miðstjórn eða fjármálaráði eða hvað við ákveðum og eru allir aðilarnir skilur að fá borgað og hversu mikið og þá fyrir þetta bara snúast svona fjármála áhyggjur sko einhverju leyti en það gæti alveg verið skynsamlegt þá einhver kannski tiltölulega málamyndaþóknun fyrir hver fund eða kannski laun fyrir fáina eins og formann og varaformann í þessum ráðum eða eitthvað svoleiðis. Mér myndi alveg lítast ágætlega það ef það væri hægt sko að gefa smá hvata fyrir aðeins faglegri og meiri vinnu þannig að þó að það væri aldrei full vinna væntanlega þá. Að mínu mati hljómar þetta mjög skynsamlega og sérstaklega líka í þessum ýmsum ráðunum og nefndir sem við höfum, hvað er þarna að koma inn til dæmis eins og starfsmenn Pírata? Ég meina starfsmenn flokksins er ekkert minni Píratar
eða hafa ekkert minni rétt á að taka þátt í grassrótar eða málefnastarfi og aðrir sem eru samt á fullum laun hjá flokknum. Þarna getur myndað ákveðið sko, ég ætla ekki að segja valda ójafnvægi, en einhver sem er að gera þetta að atvinnu og einhver sem gerir þetta í algjörlega bara fullkomið sjálfbúlaðastarfi, það er kannski mismikil tími, mismikil sko kannski einmitt festa í því starfi að greiða fyrir hvert fund er form sem er algengt og af ástæðu, af því að það virkar ágætlega og eins og sveitarstjórnarnir gera, þetta er ekki gríðarlega upphæð fyrir hvert fund, en samt sem áður nóg til þess að sko fólk líti á þetta sem alvöru hlutverk, og þetta verði ekki, ég hef sko, eftir að ég datt út að þingja sínum tíma, þá hef ég ekki tekið þátt í einhverjum svona formlegu starfi fyrir Pírata, en hef svona haft að, já, mér langar kannski að gera það, en þá vill maður ekki að þetta sé sko einhver svona baggi á manni, þetta sé ótrúlega mikil vinna og vanþakklátt vinna sem sko það er ástæða fyrir því af hverju nú undanferði við erum að sjá mikla endun í framkvæmdaráði og í okkar svona þessum skipulega hópum. Ég sko að gera þetta bara faglegra, ég held að það sé jákvætt sko. Já, ef það væri hægt svona innan skynsamlega fjárhagslega markað þá held ég að það getur verið mjög jákvætt sko. Annar varðandi fjárhagslega atriði sem að hugmynd sem ég hef heyrt sem ég hef örgulega heyrt líka að maður binda það í lög í raun og veru að kjördæmafélög eða svæðisbundin félög fái ákveðin hluta fjármagns eða tekna, hvað var Pírata 10% eða eitthvað svoleiðis flokksins á landsvísu, þar að segja að það væri tryggt hluti fjármagns bara sem er inni beint til aðildarfélaga og í tilhörinu sem ég sá var það að því gefnu að það væri starfsáætlun og eitthvað þess að það er svona lægi fyrir. Mér fannst það ekkert hljóma illa sko, ef að ég man ekki hvort það átt að vera til hvers kjördæmis eða hvers aðildarfélag sem er stofnað, það sennilega hefur verið á hvert aðildarfélag, en það við heyrt þessar pælingar að hvað finnst ykkur þær? Já, þetta hefur verið rætt lengi. Mér vitanlega hefur bara verið stofnað eitt kjördæmafélag og það hefur ekki hlotið formlegt samþykki framkvæmdaráðs, en þetta svona eru pælingin einmitt kannski varðandi fjármálin að það sé kannski ekki alveg sanngjarnt einhvern veginn að skipta svo milli aðildarfélaga vegna þess að þau eru kannski eitthvað mjög mörg á ákveðnu svæði en fáir félagar en annað kjördæmi þar sem eru mjög fá aðildarfélög en kannski fleiri virkir þáttakendur og að einhvern veginn við þurfum að ná jafnvægi þá í svona sanngjarnri úthlutun á fé til sjálfstæðara starfsemi en mér finnst þetta borðleggjandi hvort sem við útfærum þetta þannig að þetta sé beint til aðildarfélaga eða kjördæmafélaga, þá finnst mér þetta bara mjög góð hugmynd og eiginlega sjálfsögð ef þú ætlar að halda uppi starfi stjórnmálahreyfingar á landsvísu, þá held ég þetta sé í raun og veru nauðsynlegt, því að ég sé fyrir mér sko að ég sé alltaf fyrir mér svolítið bjarta framtíð að ef að þú endar sem stjórnmálahreyfing sem að starfar bara í 101 Reykjavík, þá bara deyrðu sko mjög fljótlega, það bara er svoleiðis. En þannig að ég er mjög jákvæð fyrir þessum hugmyndum, útfærslunni hef ég litlar áhyggjur af, ég hef alveg trú á því að við Píratar í sameiningu getum útfært þetta skynsamlega, nema bara ég vil útiloka eina hugmynd sem að vildi tengja þetta kjörnum fulltrúum, það er að segja að Píratar í Suðurkjördæmi ættu rétt á þessu fjármagni því að það er einn þingmaður og mér finnst það sko, ég vil alls ekki sjá þá útfærslu vegna þess að þá til dæmis núna þegar að Norðvestur kjördæmi er ekki með þingmann eða ef Suðurkjördæmi missir sinn þingmann er þá sanngjarnt að þessi kjördæmi fái það bara 0 krónur. Ég hef ekki eins og heyrt þessa útfærslu. Jú, þetta var, hefur verið mér þess að krafa ákveðina aðila sko að þeir eigi rétt á fjármagnu vegna þess að þeir eigi þingmann inn á þingi og þannig að mér finnst alls ekki við að tengja þetta þessu heldur á að tengja þetta bara við viljum að allt landið sé lifandi í píratastarfi og þá bara skiptum við fjármagnu einhvern veginn sanngjarnt á milli. Já, ég er alveg sammála og einmitt sérstaklega núna því að núna eigum við ekki þingmann í hvorki Norðvestur né Norðausturkjördæmi þó svo að reyndar flokkurinn hafi tilnefnt Norðvestur fulltrúa og Norðaustur fulltrúa sem mér finnst hafa gengið vel sko að þá
tengja það fjármagnum einhvern hátt sé ég ekki sko, en ég samt ótrúlega sammála og ég verð að segja, við erum eiginlega óþolandi sammála, við erum ekki bara að takast á neitt hérna, ég held að við séum bara búin að leysa þetta. Já, það getur verið sko. Já, nei, ég er alveg sammála, mér líst vel á þetta og ég er líka sammála að þyrfti helst held ég að binda við bara hvert kjördæmi með kjördæmisfélag skilur fengi ákveðin hluta vegna þess að annars væri bara að spretta kannski upp aðaldarfélög hér og þar sem að væri að gera svo kröfu hluta þannig að það þyrfti sennilega að vera einhvern veginn þannig sko. Já. Jú, maður reynir kannski að taka eitthvað sem að er úr málefna er úr kosningakerfinu en það er einhvern veginn það er ekkert að ráða för þingmanna og það er svo erfitt eða sveitarstjórnarfulltrúa það er svo erfitt einhvern veginn að tryggja það ef að þingmenn hafi ekki áhuga á þessu máli sem er í kosningakerfinu þá getur það bara hort fram hjá því og það er þriðji svona flokkurinn sem ég velt fyrir mér sko, hvort að það sé hægt að gera kerfið einhvern veginn betra þannig að grasrót geti lagt til mál sem hafa raunverulega áhrif á störkjörna fulltrúa og að kjörnir fulltrúar hafi einhver ábyrgð og meiri ábyrgð og svona og möguleika á að taka tillit til þess. Já, ég held að það sé samt mjög vandmeð farið því að þingmenn eru auðvitað alltaf bara bundnir eigin sannfæringu. Já, og það er og við sem flokkur held ég vættum ekki að setja sko einhvern veginn meiri eða harðar eða sterkari kröfur að ganga í einhvers konar flokkslínu heldur en bara til þess aðrir flokkar því það er eitthvað sem við viljum ekki. Nei, algjörlega ekki sko. Ég skildi hann nú ekki alveg þannig. Ég held að ég er nú svona bjartsýnismanneskja. Ég held að ef okkur tekst að leysa þetta stóra stökk sem við erum, það er bara svo stórt tómarum og milli grasrótar og svo þingflokksins að ef að við náum einhvern veginn með struktúr að tryggja það að það sé ekki svona einhver risastökk á milli og að fólk getur tala saman í gegnum svona batteri og að þá leysist sko mikið af þessum vanda sem við eigum að stríða sem hefur valdið núningi og þá held ég líka þá erum við búin að sko valdefla grasrótina hún er þarna hún er bara í dvala núna og hún veit ekki alveg hvaða hlutir hún hefur, hvað hún má og getur gert og hefur það líka á tilfinningu að það heyri enginn í henni þannig að ég er svo bjartsýn að ef okkur tekst að formúlera núna betri struktúr fyrir hreyfingunni heild þá vakni grasrótin og byrja bara í málefnastarfi og alls konar starfi á fullu. Já, það gæti, ég ætla að deila þeirri sín og ég hlakka mjög til þess að ræða þetta nánar á aðalfundinum. Ég held að ég er líka mjög bjartsýn á þann aðalfund, ég hlakka til að mæta. Ég ætla að leggja leið mína suður fyrir Heiðar og koma aðalfundin og hlakka til þess að ræða þetta nánar með ykkur. Aðalfundurinn, já, hann verður 31. Hann er 31. ágúst og 1. september hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við vonumst bara til þess að sjá flesta. Garðyrkjufélagi Íslands held ég að heitir aðstæðan. Ávist að koma tölvupóstur í dag á morgun nánar það. Já, en ef einhver er einmitt er að hlusta eða mögulega að horfa á þennan þátt, þá er þetta líka aðalfundurinn vettvangur fyrir nýja og áhugasama til þess að mæta og við verðum með sérstök móttökuteymi fyrir nýja eða áhugasama ég veit ekki hvað ég segja, meðlumi fyrir áhugasama einstaklinga til þess að koma og kynna sér starfið betur. Mikið gaman og vissulega verða þessi skipulagsmál rædd og það verður tekin tími í það og ræða svona hvernig sjáum við fyrir okkur hreyfingun og flokkin til framtíðar og uppbygginguna og hlutverkin og jafnvel formenn eða forsætisráð eða eitthvað slíkt en svo verður líka bara almennt rætt pólitík og gleði sko. Já, ég hlakka óskaplega til þetta er alltaf svo miklu betra einhvern veginn að hittast og knúsast og ræða málin augliti til augliti, það er alltaf best í rólegheitum með kaffibolla. Á jafningagrundvelli, þetta ég er alveg sammála og á þessum nótum held ég vættum bara að kveðja og ég þakka ykkur kærlega fyrir skemmtilegt spjall. Þakka þér og ykkur.